Jesus segir að ekki sé til meiri kærleikur en að leggja líf sitt í sölurnar fyrir náungar. Tökum því Jesú til fyrirmyndar og iðkum það iðulega að vera góð við hvort annað. Nú eru 60 sekúndur í samkomu og við hvetjum alla til að nýta tímann og deila samkomunni áfram. Einhver að núti þarf á uppörvun og hvatningu að halda í dag. Svo við viljum hvetja þig til að vera blessun fyrir aðra. Drottinn blessi þig. Góða kvöldið, kæru vinir, bæði þið sem eru í salnum örfáir og svo þið sem eru annars þar að hlusta á tölvun ykkar eða hvar sem þið eru stödd. Velkomin á fræðslukvöld Smárakirkju, við ætlum að vera hérna saman í 30-40 mínútur og líta saman í Guðs orð og sjá hvað hann hefur handa okkur. Og nú ætla ég að taka svona framhald af því sem ég byrjaði á að impra síðast. Ef við tökum það aðeins saman, þá það kannski svona verið að skoða kirkjusöguna, frumkirkjuna, kristnina í upphafi. Af hverju tókst þeim að breyta heiminum? Hvað var það sem að þau höfðu, sem þau skildu, sem þau gerðu, eða gerðu ekki, sem að breyti heiminum fyrstu 300 árin? Turnaði heiminu þannig að hvorki Musterisveldið í Jerúsalem eða rómanska veldið, heimsveldið, stóðst kirkjuna, enda sagði Jesús, ég mun byggja kirkju mína og máttur heljar mun ekki sigrast á henni. Og þetta voru fyrstu 300 árin, 313 breyttist eitthvað, árið 313 breyttist staðan og eftir það breyttist hún svolítið, já, kannski ekki hratt, en á næstu öldinnar, alveg fram til 1500 og eitthvað, koma því aðeins á eftir, þá var mikil breyting á kirkju Krists á jarðríki og við erum að reyna að skoða þetta til að sjá hvað við getum lært. Við erum kirkja Krists í dag, hér í Smárakirkju, þið sem eru annars staðar tilheyra öðrum söfnuðum eða ég eitthvað samfélag annars staðar, við tilheyrum saman kirkju Krists og við getum lært að því hvað áttu þau, hvað gerðu þau eins og ég sagði, hvað hugsuðu þau öðruvísi og kannski ekki síður hvað gerðu þau ekki. Það sem við höfum verið að gera kannski undanfarna aldir þess vegna. Þannig að þetta það sem við erum að skoða og vonandi lærum við eitthvað af og þetta svona næsta skref og mér langar til, ég veit ekki hvað við fyrir langt í kvöld, en mér langar til í ljósi þessa að við skoðum hvað kendu, hvað boðuðu, hvað boðuðu ekki og hvort sem þið trúið þið ekki, þá talaði Jesús voðalega lítið kirkjuna. Hann sagði eiginlega bara mjög lítið kirkju Krists eða kirkjuna sína. Hann hins vegar gaf þeim ákveðna aðferðafræði sem svo
hún ekkert falin að hulin í Guðspjöldunum, en hún þar og mér langar að við skoðum hana. Ég ekkert viss að við séum öll með á hreinu hvað við erum að tala hvað ég að tala því ég segi aðferðafræðina við að lifa kristna lífinu, að vera kirkja Krists á jörðinni. En umfram allt að þá lærum við vonandi eitthvað af þessu fyrir okkar líf og fyrir söfnuðin okkar. En við skulum biðja saman. Faðir minn, við þökkum fyrir megum koma fram fyrir þig og opna hjarta okkar, opna hug okkar og læra. Við læra af sögunni, læra af sögu þíns fólks, frumkirkjunni, hvað við gerst í gegnum aldirnar og hvað við stödd í dag, Drottinn. Þannig við megum sjá hvað það sem þú ert að gera, vilt gera og hefur alltaf verið að gera og vilja að gera. Í Jesú nafni. Amen. Málið nefnilega það. Ég get kannski bara svarað og tala fyrir mig, en mér sýnist að þetta COVID-dæmi í heiminum, sem núna virðist ekki að vera neitt láta og það bara gusast yfir í enn meiri krafti heldur en áður og við sjáum hvert þetta fer allt saman, að lokum að sjálfsögðu losum okkur við þetta, en já, þannig að við þurfum allavega ekki vera með þessi höft og samfélagshelsi, en mér sýnist Guð vera að nota þessar kringumstæður sem eru, og hann náttúrulega alveg snillingur að nota kringumstæður, og þá ég ekki að segja að hann hafi komið COVID-veiruna, alls ekki. Heldur hann bara að nota kringumstæður, hann sé bara að þetta staðan og hann vinnur í okkur til þess að við stoppum. Kirkjarnas, fólki að stoppa við, staldra við og segja, býtu, hvað ég að gera? Hvað erum við að gera? Nú tækifæri til að breyta. Tökum bara sem dæmi áherslunar á útsendingar. Það eru allir söfnuðir á landinu, meira eða minna, og heiminum, meira eða minna, bara að senda út á netinu, kennslu, tónlist, samkomenda sínar og svo framvegis, og sumir kunna ekkert á þetta áður, þeir eru búin að læra á þetta og svo framvegis. Og þetta bara ein breyting sem átt sér stað, hvað hefur aukist. Ég veit vini mína út í heiminu, hinu stóra heimi, sem einmitt að leita Drottins og spyrja hvernig staðan hjá okkur? Eitthvað sem við getum breytt? Eitthvað sem við þurfum að breyta? Eitthvað sem við að gera öðruvísi? Og þá held ég að það sé alveg stórsnjallt og lykilatriði að skoða hvað var upprunalega áætlunin, hvernig virkaði upprunalega áætlunin, því að hún hefur ekkert breyst, áætlunin hefur ekkert breyst, og faktist þá held ég ekki heldur að í huga Krist hafi aðferðafræðin breyst. Við höfum kannski breytt henni, það er svolítið handlegur, og við höfum líka kannski breytt áherslunum, en það við vonandi lærum eitthvað á okkar góða fólki í frumkristninni. Og ég vísaði síðast í fræðimenn sem að skildu ekkert og skilja enn ekkert í því hvernig þetta gat gerst, að þessi litli hópur sem síðan stækkaði, hann byrjaði bara lítill hópur í Ísrael, í Jerúsalem, að hann bara, það stækkaði hópurinn og breyttist út allt rómverska heimsveldið og bylti rómverska heimsveldinu, og þeir skilja ekkert í hvernig þetta gat gerst, og þeir alls konar tilgátur, fræðilegar, samfélagslegar og svo framvegis, og gott og vel með það. Ég tel hins vegar að það sé bara alveg ágætt að heyra hvað fólki sem varðar í frumkirkjunni, hinni kristnu, fylgjendur Jesú, segja þetta. Það svona, bara fyrstu handar vitnisburður, það bara, ég var þarna, ég skal segja hvernig þetta var. Og það oft betra heldur en þeim sem eru næri 2000 ára síðan að velta þessu fyrir sér í gegnum bækur. En við skulum sjá, hvað getum við lært? Eitt alveg á hreinu, að þegar Jesús kom, þá kom hann með eitthvað algjörlega nýtt. Hann kom ekki til að uppfæra gyðingdóminn. Hann kom ekki til að betrumbæta gyðingdóm. Hann kom með eitthvað alveg nýtt. Faðirinn sendi Jesú til jarðarinnar til að gera eitthvað alveg nýtt, og fólk hópaðist á honum. Það sópaðist á honum fjöldinn. Hann höfðaði greinilega til fólksins með bæði boðskapinn, en ekki bara boðskapinn, heldur það hvernig hann sjálfur var. Fólk var yfir sig hrifið af Jesú. Af hverju var það svona hrifið af Jesú?
Nú ætlum ég að segja ykkur leyndardóm. Það sem var nú auglýsingin, alltaf mikið auglýsingin frá þjóðkirkjunni, hún fær að lifa með mér að fjalla hana. Þar var að reyna að teikna Jesú í ankannalegri mynd. Og hvernig leit Jesús út? Við vitum það alveg garantera að hann var ekki ljósarur og bláður. Hann var ekki vestrænn, hann var frá Mið-Austurlöndum. Hann var dökkur yfirleitum væntanlega, eða brúnn allavega mjög og væntanlega með brún augu, ekta lit. Og Biblían segir, hann var ekki mikið fyrir að sjá. Hann var ekki fríður maður. Hann hefði ekki meikað í Hollywood. Hún með lýst þannig. Hann var ekkert svona sérstaklega, hann var ekkert einhver svona óbáslega fallegur maður í útliti. Hann var bara ósköp venjulegur maður að sjá. Ekkert spes. En fólk dróst að honum. Það dróst að honum og hópaðist að honum og hann, auðvitað boðskapurinn, en ekki bara það, heldur vegna þess að hann líkaði vel við fólk. Hann kunni vel við fólk. Hann elskaði fólk, hvort sem þau voru góðir menn og konur, ribbaldar og ræningjar, heiðingjar, trúaðir, vantrúaðir. Það breyti engu hvaða fólk það var. Hún líkaði bara vel við það. Hann sýndi það þegar hann talaði við þau, hann virti þau, hann heiðraði þau, hann talaði fallega við þau og fólkið elskaði hann fyrir það. Vitið þið hvað? Þegar hann síðan búinn í 3,5 ár það bil að starfa og þjóna meðal fólksins, hann dáinn, grafinn og hann stiginn upp, risin upp frá dauðum og stiginn upp til himna, þá verður þessi frumkirkja til sem við erum að tala og erum að reyna að læra af. Og hlustiði hvað segir þau. Þetta eru þess að fylgjendur Jesú sem komu í kjölfarið á honum, sem trúðu á hann. Póstur að segja hann annar kafli. Daglega komu menn saman með einum huga í helgidómunum. Brutu brauð í heimahúsum, neittu fæðu saman í fögnuði og einlægni hjartans. Með öðrum orðum, daglega var einhver hittingur í gangi. Ekki bara sunnudagsmorgun klukkan 11 eða sunnudögum klukkan 4:30, heldur hafa daglega eitthvað að vera. Ekki endilega, segir ekki endilega að allir hafa alltaf hist daglega, en einhverjir voru alltaf að hittast. Og þeir hittust daglega í helgidómunum, þar sem þeir hittust og voru að tala saman og biðja saman og svo framvegis. Svo hittust þeir daglega heima fyrir hjá einhverjum. Þeir brutu brauð, áttu brauðsbrotningu eins og við tölum og neittu fæðuna saman í fögnuði og einlægni hjartans. Þeir borðuðu saman. Þetta var svo daglegu viðburður hjá fólkinu sem að fylgdi Jesú. Hann faninn, sjáðu. Hinn vinsæli Jesú, ég kem að því eftir hjá hverjum hann var ekki vinsæll, því hann var ekki vinsæll alveg hjá öllum, en hjá fólkinu, þeir hittust reglulega og hlustu svo hvað segir. Þeir lofuðu Guð og höfðu vinsældir af öllum. Það var ekki bara að Jesús hefði verið vinsæll, heldur var núna kirkjan vinsæll. Drottinn bætti síðan daglega í hópinn þeim sem frelsast létu. Ég sannfærður það að ef að þessi hópur, þessum hóp þegar þarna lýst, væri á Íslandi núna, þá væri allir Íslendingar í kirkjunni. Allavega meirihlutin. En af hverju ekki allir Íslendingar í kirkjunni? Ef að Jesús var vinsæll, boðskapurinn var flottur, hann gerði kraftaverk, tákn og undur og hann hafði vinsældur öllum líð, fólkina sem kom í kjölfarið í 300 ár hafði vinsældur öllum líð og splundraði heiminum með einhverju krafti, einhverju gleði, einhverju lífi, einhverju sem að fólk kannski sér ekki eins mikið af í dag. Það endilega henni kristnum sem nei, hlustu nú vel á, ég eftir að koma að einnig hvað ég held að sé sem hefur breyst. Af hverju þetta svona í dag? Ég kom aðeins inn að þau, impraði á því síðast. Ég ætla ekki að nefna það alveg strax. En staðan þessi.
ef við lítum tilbaka að þá var Jesús vinsæll og fólkið hans var mjög vinsælt af öllum líð. Og daglega vegna þess bætti Guð í hópinn þeim sem frelsast litu. Bara daglega var alltaf eitthvað að gerast. Fullt af lífi og þannig breyttist heimurinn. Þannig breyttist rómverska heimsveldið. Þannig breyttist þetta út allt. Og spurningin er sem við þú og ég þurfum að spyrja okkur, af hverju sækja ekki allir Íslendingar kirkju í dag? Ef það var svona æðislegt. Hvað getum við lært af þessu? Af hverju eru við ekki svona æðisleg í dag? Okkur finnst það alveg rosalega æðisleg. Eða hvað? Hjá flestum okkar vantar ekkert svona sjálfstraust. Við erum ekkert, ég er svo umulugur, það vil ekki gera með mér. Það getur verið að sé til svoleiðis fólk, en við erum ekkert sérstaklega svoleiðis. Og það er talað kirkju Krist, ekki bara smára kirkju, heldur bara almennt. Við erum ekkert, en það er enginn að bara bankandi þeirri má ég borða með ykkur í kvöldi, það er að frelsast. Þið eru bara vinsælst grúppan í bænum, sko. Ekkert hósmyndi á ykkur. Þú veist, hvað er... Hafið þið aldrei velt, ég elska velta fyrir mér, hvað gerðist eiginlega? Á hverju breytist þetta svona rosalega? Urðum við bara svona, mistum við bara móði, mistum við sjónar af einhverju? Var þetta svona bara orðið vani? Og þú veist, þetta orðið vani, þá fer allur kraftur úr því og þetta verður bara svona eitthvað svona daglegt brauð, eitthvað svona. En býtu, hei, þú voru 300 ár, það var aldrei sletti tími, þau mistu ekki móðin í 300 ár. Það er hægt að gera það. Það er hægt að gera allt að venju á 300 árum. En það gerist ekki hjá þeim. Ég veit ekki hvernig þið eru. Ég elska að skoða þetta. Mér finnst þetta alveg æðislegt að sjá hvað er í gangi. Eins og ég sagði áðan, það voru ekki allir sem elskuðu eða voru hrifnir af. Hvorki Jesú eða hópnum. Valdastofnun musterisins, æðstuprestarnir og farisearnir, þeir var ekki alveg hrifnir eins og fólkið allt í kring, sko. Þeir settu sig á móti Jesú og takið nú vel eftir. Þeir funduðu engan glæp á hann. Hann var mjög heiðverður maður. Fyrir utan hann var vinsæll. Hann var ekki að brjóta á neinum, hann bara elskaði alla. Hann sveik engan, hann prettaði engan, hann rændi engan, hann ruplaði engan. Þeir voru að reyna að setja alls konar glæpi á hann. Af hverju haldið þið? Að því hann ógnaði þeim. Hann ógnaði valdastöðu þeirra. Vinsældir hans ógnuðu þeim. Ógnuðu trúarstofnunni að því hann var að boða einhverja aðra trú. Hann var ekki að boða, þú veist, það var ekki uppfærsla þú skýringdómur 2.0. Það var ekki svona í gangi. Hann bara eitthvað alveg nýtt og þeim líkaði það ekki. Hvað gerir svo? Hann reisir velmetinn mann upp frá dauðum. Og þekktur maður í þjóðfélaginu, hann var með góðan status í þjóðfélaginu, hann var frekar efnaður. Hann átti 2 systur, Maríu og Mörtu, og hann hét Lasarus. Og hann deyr, þið munið söguna að þær eru búin að kalla í hann að koma, en honum dvelst. Hann elskaði Lasarus, já. Hann var vinur þeirra, hann var daglegur gestur nánast, eða kannski ekki daglegur, en hann heimsótti þau mjög oft og þau elskuðu hann og hann elskaði þau. Og þau þekktust vel. Samt dvaldist honum. Hann hefði getað komið miklu fyrr, sko, en hann var að gera eitthvað annað, lækningur aðra í leiðinu og eitthvað svoleiðis. Og Lasarus bara deyr. Deyr bara áður en hann kemur. Og ekki bara það hann var dáinn, heldur var hann dáinn fyrir það löngu síðan að það var komið nálykt af líkinu. Og Jesús fer og reisir Lasarus upp. Og nú varð allt vitlaust. Hann voru að gera kraftaverk á þau, en núna varð allt vitlaust. Strax í kjölfarið á því að Lasarus reis upp var fundur í aðstaðráðinu. Þá bara strax leið.
Og ég ætla að grípa niður í frásöguna það sem greint frá því, þessum atburði. Það Jóhannes 11. Margir gyðingar sem komnu voru til Maríu, systur Lasarusar, og sáu það sem Jesús gerði, tóku nú að trúa á hann. Þetta var nefnilega vandamálið fyrir æðstuprestara og fariseana. Hann mátti ekki gera neitt en Jesús, þá bara fór allir að trúa á hann. En það kannski ekkert skrítið. Það var liðin dálítið tími frá því að þeir sá æðstaprestinn reisa eitthvað frá döðum. Nákvæmlega. Í þeirra minningu hafði það bara ekki gerst. Þannig að þessi Jesús vakti rosalega athygli fyrir allt þessi tákn. Svo margir gyðingar sem komu til Maríu sáu það sem Jesús gerði og byrjuðu að trúa á hann. En nokkrir þeirra, örfáir, fóru til fariseana og sögðu þeim hvað Jesús hefði gert. Æðstuprestarnir og farisearnir kölluðu þá saman ráðið. Það var bara strax fundur. Það var ekki sími, það var bara hlaupa menn út allt, það var bara fundur í æðstaráði. Og sögðu, og hlustið hvað sögðu. Hlustið hvað fór fram á ráðinu. Hvað eigum við að gera? Þessi maður gerir mörg tákn. Ef við leyfum honum að halda svona áfram, munu allir trúa á hann. Og þá koma Rómverjarnir og taka bæði helgidóm okkar og þjóð okkar. Hvað þeir að segja? Þetta ekki glæpur. Hann reisti mann frá dauðum. Herra æðstuprestur, það nú yfirleitt gott. Jú, það fara allir að trúa á hann ef að, hann gerir það mörg tákn. Svo við verðum að stoppa og ég get sagt ykkur á frá þessu augnablikki ákvaður að taka hann á lífi. Þarna var ákveðið að taka Jesú, en þeir höfðu ekkert á hann. Hverju áttu þeir að klína á hann? Já, þú reistir Lasarus frá dauðum. Já, það ekki gott? Nei, þeir gátu ekki farið í það, því þetta voru tákn. Hvað gerðu þeir? Ef þið lesið næstu versinu eftir þessum sama kafla, þá sjáu þið hvernig plotti kom. Hver var niðurstaðan? Hvað höfðu þeir á Jesú? Hann ranga guðfræði. Hann var kolvitlaus guðfræði. Bara bull. Þessi guðfræðis. Eins og hann hafi sjálfur verið eitthvað á himnum áður og faðirinn var að senda hann eitthvað og eitthvað svona. Þetta bara, þetta gekk ekki upp. Svo þeir, hann trúir ekki því sem við trúum. Það númer 1. Hvað var hitt? Jú, hann hafði hótið að setja á sig sprengjubelti og sprengja musterið. Kannski ekki sprengjubelti, en hann sagði, ég mun brjóta þetta musterið niður og reisa á 3 dögum. Þannig að hann ætlaði að hóta því að eyðileggja musterið. Þetta eru 2. Þetta er það sem hann var ákærður fyrir. Ömurlega guðfræði og eyðilegging musterisins. Guðfræðin náttúrulega fóli í sér að vera svona Guðs og allt þetta sem þeir gátu ekki samþykkt. Og þeir enduðu líf hans. En þeir vissi ekki að þegar þeir héldu að þeir eru búin að loka og klára öll, þá var ballið rétt að byrja. Þeir héldu, nú erum við búin að taka hann gæja sem var svo hrikalega vinsæll og ógnaði okkar stöðu, okkar trúarstöðu og okkar svona valdastöðu. Við erum búin að taka hann, við erum búin að taka hann á lífi, við erum búin að grafa hann. Þeir áttuðu sig ekki neitt á því að áður en 40 ár voru liðin, 50 ár, 60 ár, innan 100 ára var þetta fólk sem trúði á hann búið að fara út allt rómarska heimsveldið og turnaði með lífi, með krafti og það sem þeir þoldu allra vest með vinsældum. Það hefðu vinsældir af öllum líð. Þetta var nefnilega hreyfing. Þetta var Jesú hreyfing. Þetta var grasrótarhreyfing. Jesú hreyfingin var alþjóðleg, vitið það, hún fór út allt. Bara gusaðist út allt. Eins og það var Jesú hreyfing sem kom, Jesú fólk ári kallað, Jesú hreyfing í Bandaríkjunum, náði hingað aðeins. Ég man eftir því, það var svona restin af hluti af kynslóðinu, hippatíumbilinu og menn voru svona Jesú fólk,
Það var alveg jafn kúl að vera sko Jesú fylgjandi eins og bara blómafylgjandi eða eitthvað. Jesús var blóm hvað sem var séð, og þetta var allt einhvern veginn svona. Og þeir komu og ég man eftir litlum hóp sem kom inn í heimsókn frá Bandaríkjunum og var að boða Jesú ég veit ekki hvað ég verið 16-17 ára eða eitthvað. Og þeir voru eitthvað litið líbúnir í bæ og ég fór og það var sungið skona Maranatha og eitthvað svona Jesú lög. Þetta var ægilega gaman. Ofsalega huggulegt, mikil nánd. Þetta var bara svona grasróta fólk. Ægilega gaman að því. Fylgjendur Jesú gerðu meira heldur en að fara og boða hann. Þeir ásamt Jesú nefnilega lýstu því yfir. Það þarf ekkert musteri lengur. Talandi að vera með eitthvað alveg nýtt. Nei, það er ekkert musteri. Þetta meina musteri okkar í Jerúsalem, það þarf ekki, nei, Guð er ekki það lengur. Getið ímyndað ykkur að þeir hafi aðeins fyrir óttaslegnir. Þess vegna sögður, þetta með bara rústa musterin okkar. Rómverjarnir hvað hann bara taka þetta allt yfir, nota musteri bara í eitthvað allt annað. Því að það er engin trúrækni eða engar athafnir í gangi. Fylgjendur Jesú og Jesú sjálfur lýstu því yfir að ekkert musteri þyrfti. Muni eftir Páli í Aþenu, í Póstólafssögunum 17. kafla, þar segir Páll svona: Guð sem skóp heiminn og allt sem í honum hann sem herra heimins og jarðar, býr ekki í musterum með höndum gjörð. Hann bara ekki þar lengur. Öll trúarbrögð heimsins, gyðingdómurinn, alveg samkvorið, öll höfðu einhvers konar musteri. Því að Guð bjó í einhverjum stað og þú komst að hitta hann þar og milligöngumennirnir, milli þín og hans voru prestarnir. Og það breyti engu hvort það var heiðindómur eða gyðingdómur. Svona var systemið. Bara aðeins mismunandi útfærslur. Guð bjó þarna og ef þú ætlar að koma að tala við Guð eða segja honum frá ykkur eða leita hans eða eitthvað slíkt, þá þurfti að fara í gegnum prestin. Hann var milligöngumaðurinn. Þú náður einhver sambandinu með gegnum prestin. Svo kemur þessi skrýtni hópur af kristnu fólki og segir, þetta bara, það er engin þörf á þessu lengur. Hann er ekki þarna lengur. Þetta er úr sér gengið og trúarkerfi, það sem það fór alveg með þetta fyrir gyðingana, var að trúarkerfi gyðinga og gyðingdómurinn er úr sér gengið og liðið undir lok. Þetta sem við lesum í Galatastamentunum, allt, og reyndar í Guðspjöllunum líka, allt trúarkerfi gyðinga. Gyðingdómurinn í þeirri mynd sem hann hafði verið. Jesús og hinni fyrstu kristnu í fyrstu aldirnar sögðu, þetta er búið. Kristur kom til að boða eitthvað alveg nýtt. Kristur er kominn og hann leysir af allt í gyðingdómnum. Hann er ekki að bæta við, hann er ekki að laga, hann er ekki að lagfara, gera hann betri, hann er bara skipt út. Og líka í heiðindómnum. Í öllum trúarkerfum annarra trúarbragða heimsins. Það er það sem Páll var að segja við þá í Aþenu. Hann sagði, það er bara komið nýtt, það er bara þessi Guð skapari heimins og jarðar, hann er kominn núna. Og þið þurfið ekkert annað. Og þið þurfið ekki að hitta hann inn í musteri. Hann kemur og býr í ykkur. Þú verður musterið. Hann sest að, pæliði byltingar kendri boðun. Þetta er bylting, hann algjör bylting. Allir hver einasti einstaklingur, alveg saman hvaða trúarbrögðum eða ekki trúarbrögðum við fylgdu, eða allir eitthvað að hafa með Guð að gera, þá fóru þeir inn á stað sem að yfirleitt var kallað musteri, þar voru prestar, þar voru athafnir í gangi og í flestu tilfellum byggðust, nánast bara öllum, byggðust þessi trúarkerfi á tvennu. Það var hegðun og fórnir. Þú þurftir að hegða þér á ákveðin hátt og þú þurftir að fórna á ákveðin hátt. Og ef þú hegða þér og fórna þér á ákveðin hátt, þá fékkstu aðgang að Guði gegnum prestara og hann gat hugsað að sagt eitthvað við þig og svo framvegis. Þannig tilbast þú þinn Guð. Þarna kemur
Jesús og þarna kemur kirkjan og þau boða þvílíka róttæka byltingu. Þarna einn punktur sem ég held, ég bara samfara það, að kirkja Krists á jarðríki, ekkert bara á Íslandi, heldur bara út allan heim, hefur mikið mist af að boða Krist í þér. Það hann sem býr í okkur núna. Andi hans býr í hjart okkar og við erum musterið. Biblían segir alveg skýrt, líkami ykkar musteri heilags anda. Hann musteri heilags anda, líkami þinn. Sem ég vil segja þetta, en Jesús var nefnilega nýja vínið. Og gömlu vínbelgirnir voru gyðingdómurinn og heiðindómurinn. Jesús sagði, enginn lætur nýtt vín á gamla belgi. Þá sprengir nýja vínið belgina og eyðilegst eða fer niður og belginir ónýtast. Með öðrum orðum, þú tekur nýtt vín, þú með gamlan belg, belgurinn þurr, það búið nota hann oft og þetta skinnbelgir og hann orðinn svona, það auðvelt að gera gata á hann og hann svona orðinn þurr og svolítið svona viðkvæmur. Þú setur nýtt vín sem fer á eftir að gerjast. Nýtt vín sem fer inn, það gerjast innan með honum og það þenst út og það sprengir belgin. Og það sullast út og þú tapar víninu og eyðileggur belgin. Jesús sagði, enginn lætur nýtt vín á gamla belgi. Þú setur nýtt vín á nýjan belg. Og málið það að Jesús var nýja vínið. Bæði Jesús og fylgjurnar hans lýstu því yfir að gyðingdómurinn og heiðin trúarbrögð bentu allt á Jesú. Að einn daginn myndi Guð koma með eitthvað alveg nýtt og breyta heiminum fyrir heiminn. Það tilvísin í alls konar trúarbrögðum þetta sem Guð ætlaði að gera. Og ekki síst náttúrulega í gyðingdómnum. Þannig að þá spurningin þessi, hvernig fóru þeir að því? Því það var alveg á hreinu að í frumkirkjunni að þá settu þeir þetta nýja vín ekki á gamla belgi. Það kom bara ekki til greina. Gamli belgurinn var musterið og kerfið allt í Jerúsalem eða önnur musteri í Kórundu, Efesus eða hvar þið voru hjá heiðingjónum. Þar voru musteri, þar voru dýrkaðir guðir í öllum hornum. Þeir fóru ekki, þeir beygðu sig aldrei undir það. Þeir fóru aldrei með nýja vínið inn í gamla belgi. Aldrei. Það sem Jesús kom með líka var nýr sáttmáli. Hann kom með algjörlega nýja sáttmála, nýtt boðor, nýja hreyfingu, hann kom með grasrótarhreyfingu. Meðan hitt var svona valdastrúktúr, prestavaldastrúktúr og svo í rómverska heimsveldinu sem náttúrulega trúðu því ef þeir væru með völdin þá myndu þeir, þú veist, sá sem hafði valdið setti lögin og reglurnar og hvernig áttu að lifa og svo starfa og svo framvegis. Þannig að rómverska heimsveldi starfaði bara svoleiðis og þetta var kerfið sem að hefði verið svo auðvelt að beygja sig undir. Af því þetta var kerfið sem var í gangi í heiminum. En Jesú hreyfingin var bara grasrótarhreyfing. Alþjóðleg grasrótarhreyfing. Og sáttmálinn nýji sem Jesús kom með byggði ekki á hegðun og fórnum. Hitt voru hegðunarsáttmálar, hegðunar og fórnarsáttmálar. Ekki hjá Jesú. Nýtt boðor kom frá Jesú. Það var bara eitt boðor í stað allra boðara sem gyðingdómur með eða önnur trúarbrögð. Og þetta eina boðor var mælikvarðinn fyrir hegðun og siðferði Jesú hreyfingarinnar. Bara eitt. Pælið því. Þeir eru búin að umturna öllu. Þú veist, allt systemið nötrar að því. Þú veist, allt trúarkerfið og musteriskerfin og æðstuprestakerfin og allt, þetta nötrar og var ekkert hissa þó þeir reynda að taka hann eða tók hann af lífi því að hann ógnaði þessu kerfi. Þeir voru að missa tökin og allt því að hann kemur með
þvílíka byltingu. Guð í þér. Hann ekki hann í þessu húsi lengur. Guð í þér. Þú getur talað beint við hann og þarft engan prest til að spjalla við hann. Engan prest, þú getur bara gert það beint. Og staðan fyrir að muna þessi 101 boðorð sem þú átt að gera og 103 sem þú átt ekki að gera, þá ég með 1. Og þetta boðorð, það bara mótar lífið. Allt þitt siðferði, gagnvart Guði og mönnum og jarðríki, felst í þessu einu boðorði. Og þá ég að meina samskipti við Guð, samskipti við samferðamennina, náttúruna, sköpun Guðs, allan pakkan. Það er leikur að heyra það. Þetta hans boðorð. Jóhannes 3:23. Það byrja bara svona. Og þetta hans boðorð. Ekki þetta eru hans boðorð, þetta hans boðorð. Hlustu nú vel á hvernig það er. Við skulum trúa á nafn sonar hans, Jesú Krist. Ok, númer 1, trúa á hann og elska hvert annar. Þetta er flókið. Þetta er svo flókið, sko. Trúðu og elskaðu. Hversu oft höfum við ekki sem kristin kirkja reynt að útfæra önnur boðorð í kirkjunni? Jú, þau eru öll byggð á því að elska náttúrulega, en þú veist. Við höfum reynt að innlima önnur boðorð inn í kirkjuna þegar hann segir bara trúðu á Jesú Krist og elskaðu fólk. Þetta er róttæk breyting. Þetta er það sem að turnaði heiminum. Þess vegna höfðu þau vinsældir öllu líð. Því að allt sem þau gerðu var með þetta tvennt í huga. Þau trúðu á hann, þau fylgdu honum algjörlega, þau trúðu á hann og þau elskuðu alla menn sem þau hittu. Alveg eins og Jesús, hún líkaði vel við alla, það var alveg sama hvort það var heimtumaður eða syndarar eða hvað hann var, hann elskaði þá alla og þeir elskuðu hann. Fólkið hans líka. Fólkið hans gerði þetta líka. Jesú hreyfingin gerði þetta líka. Og þetta ógnaði musturinn í Jerúsalem og þetta ógnaði Róm. Og af hverju mikilvægt að skoða þessa ógnun eða þessa breytingu? Vegna þess að fyrstu 200-300 árin, alveg fram til 313, taktu vel eftir, þetta er skráð á spjöld sögunar. Fram að 313, þá lifði og starfaði kirkjan svona. Árið 313, þá tók rómverska heimsveldið upp á því að lýsa yfir, ég fór yfir þetta síðast, að lýsa yfir að nú eru allir kristni menn samþyktir. Hlustið, þetta var Mílans tilskipunin, Konstantínus keisari, hann kunngjörði samþykkja skal allt kristi fólk og ofsóknum gegn þeim var hætt. Takk þetta, þið breytti heiminum þegar var verið ofsækjaðu. Það voru ekki einhverju frið, já, elsku bara breyti heiminum. Nei, þau voru bara í baráttu líf sitt, en breyttu samt heiminum og höfðu vinsældir öllu líð. 313, þá breytist þetta og þá umvefur ríkið kirkjuna. En ríkið umvefði ekki kirkjuna til að leyfa henni að halda áfram að vera það sem hún var. Ríkið umvafði kirkjuna til að innlima hana í sig, gera hana hluta af sér. Og þið sjáið hvernig hún þróaðist næstu aldirnar eftir, þegar kirkjan var meiri og meiri valdastofnun í ríkinu og fekk að stýra og stjórna. Hvað haldið þið? Fyrirgefið, elsku vinir sem eru að hlusta á heimalingar, fyrirgefið. Hvað ekki búið að gera? Það alltaf verið að vitni að hann búið að hefja stríð í Jesú nafni og það búið að drepa fólk í Jesú nafni og það búið að brenna nornir í Jesú nafni og það búið að drekja fólki í Jesú nafni og það búið að gera allt þetta. Já, þetta var gert í Jesú nafni, en hann hafði ekkert með það að gera.
Þetta var yfirvaldið að nýta sér trú og trúar ótta fólks til þess að halda því í skefjum. Ekki kannski allt og alltaf, auðvitað voru frelsispunktar hér og þar. Ég er ekki að gera lítið úr því. En yfirvaldið hefur alltaf nýtt sér þetta til að stjórna. Og í 300 ár tókst kirkjunni að forðast að fara inn í gamla vínbelginn. Þeir fóru aldrei inn í gamla vínbelginn, en þarna voru þið innlimuð inn í hann. Og allt breyttist. Það talað hina myrku miðaldir. Af hverju haldið að hina myrku miðaldir séu kallaðir hina myrku miðaldir? Vegna ljósið sem var fyrstu 300 árin í kirkjunni, það lýsti ekki lengur. Nú var ofbeldi, nú var myrkur. Orð Guðs var tekið, það mátti enginn lesa orð Guðs. Það var ekki fyrir svona fáránlinga og líð að lesa orð Guðs. Það voru bara prestarnir og þeir lásið á latínu. Það síðasta sem var tekið burtu frá heiminum úr kristninni var að þú ert hólpin fyrir Guðs náð. Og hvað kom í staðinn? Þeir seldu aflátsbréf. Þú þurftir að skríða upp tröppur hér til að fá syndaaflausn. Það þurfti að blæða úr. Þú varst komin í gamla vínbelginn frá því í Jerúsalem. Fórna, hegða þér. Þá farið fyrirgefningu á Guði. Og þessi var haldið yfir fólkinu og ljósið, fólki vissi ekki betur. Því það var bara leið, þegar fjarlæðist frumkirkjuna og það leið lengra frá, þá var þetta bara sögusagnir eitthvað snarvitlaust fólk. Sjáu hvað gerist. Og þetta gerist, og þetta heldur áfram. Alveg upp í, fram til svona 1517, kem aðeins og eftir. Páll, postuli, hann þoldi ekki þegar var verið að reyna að tróða víninu nýja Jesú á gamla belgi. Og hann andmælti því. Vilja heyra hversu hressilega hann andmælti. Hver einn þekktasti postuli kristninnar, fyrir utan Pál, myndi vera Pétur eða ekki? Pétur og Páll. Pétur nafnið að segja Kefas, sem þýðir klettur, og Páll kallaði hann hér Kefas. Og þetta í Galatabréfinu, hlustið á. Páll talar. Þegar Kefas, Pétur, kom frá Jerúsalem til Antíókíu, sem var stórborg við botni Miðjarðarhafs, sem Páll starfaði mikið frá. Þegar Kefas kom til Antíókíu, þá andmælti í honum upp í opið geðið á honum. Þetta í Biblíunni, krakkar. Veitu, hvað að Páli? Já, hann bara leta hann heyra það, þú veist. Það bara kallað það í góðu mannamáli, bara upp í opið geðið á honum, leta bara heyra það. Og af hverju lét Páll, hvað var Páll að skammast út í Pétur? Hvað var það sem Pétur hafði gert eða ekki gert eða eitthvað sem Páll var svona reiður út í? Það var þetta. Áður en þar menn komu frá Jakobi. Jakob var svona, hann var einn af apostolunum, bróðir Jesú, og hann var hann var svona álitinn svona forstöðumaður, hirðir kirkjunar í Jerúsalem, kristnu kirkjunar. Og hann að senda menn núna til Antíókíu, því að þar var rosalega kröftugt og öflugt og mikið starf í gangi. Antíókía sendi bara út allt þetta lið til að breyta heiminum. Það var bara alltaf því að senda teimi og finga og þanga til að breyta heiminum. Og Jakob núna sendar okkar menn, en áður en þessir menn koma, þá Pétur kominn til Antíókíu. Og Páll segir, áður en nokkurir menn komu frá Jakobi, þá hafði Pétur setið að borði með heiðingjónum. Hann sat og borðaði með þessu heiðingjum. Höfðu frelsast, voru orðnir kristnir, en þeir voru ekki gyðingar sem sagt.
Hann var að borða og hann naut þess og hann leik á allsholli og hann sagði brandara og hann vitnaði Jesú og Pétur hann var í essinu sínu þangað til að það kom hópur af mönnum frá Ísrael, frá Jerúsalem, frá Jakobi. Þegar þeir komu, þá dró Pétur sig í hlé. Dró sig út úr af ótta við þessa menn sem komu, sem héldu fram umskurn, sem var hluti af gamla belgnum. Þú þarft að umskerast ef þú átt að þóknast Guð og vera hans. Það ekki nóg bara að frelsast í hjartaninu og umskerast í hjarta, þú þarft líka að umskerast á holdi. Það gera allir sem tilheyra sáttmála Guðs. Þangað til þeir komu og Pétur vissi að þeir voru að predika þetta, þá var allt í lagi þegar hann var að borða með heiðingjónum. Hinir gyðingarnir tóku einnig að hræsna, segir Páll. Já, hann kallaði bara, þeir tóku að hræsna með honum. Þannig að jafnvel Barnabas lét dragast með á hræsni þeirra. Og þegar ég sá að þeir gengu ekki beint eftir sannleika fagnaðarerindisins, sagði ég við Kefas í allra áheyrn, úr því að þú sem gyðingur lifir að heiðingjasiðum en eigi gyðinga, hvernig getur þú þá neitt þá sem ekki eru gyðingar að lifa eins og gyðingar? Hann lét bara, þú veist, ég sagði í allra áheyrn, ég setti ofan í við Pétur, hann skammaði hann, af hverju? Vegna sem hann var að reyna að tróða nýja víninu inn á gamlan belg. Og hann sagði, nei. Þetta ekki það sem Kristur ætlaði okkur. Þetta ekki það sem við gerum. Við lifum ekki svona, við störfum ekki svona. Ég búið með tíman, veistu það? Þetta bara svo skemmt. Mér finnst þetta rosalega skemmt. En það nýta bara, má ég fara 5 mínútur fram við þér bara. Nýta þetta saman. (313) og svo 380 þegar þetta var að ríkistrú í rómverska heimsveldinu, eftir það fór allt að breytast og allt að tekið í burtu og frelsun fyrir náð var það síðasta. Þú þurftir að frelsast fyrir verk eða aflátsbréf sem þú borgaði dýrum dómi. Þá búið að taka allt í burtu. Þess vegna voru þetta kallað myrkra miðaldir og ofsókninni, þú veist, rannsóknarrétturinn, allur þessi pakki sem að heimurinn hatar kristendóminn fyrir að vera þekktur af þessu. Og hver láir þeim það? Hver láir þeim það? Svo kemur Martin Luther, sem að lúterska kirkjan okkar kennd við. Lúterska kirkjur í heiminum reyndar í algjörum minnihluta, en það breytir engu það að hann kom og hann var frumkvöðl í því að koma með endurreisnin í kirkjun aftur, siðbóta sem kallað var, og hann kom með það fyrst sem hann var þekktur fyrir var að þú frelsast fyrir trú. Síðasta sem tekið út var að fyrsta sem kom inn, sem lykillinn. Að þú frelsast fyrir trú, ekki fyrir verk. Og það breyti hins vegar engu það að freistingin, og margir litu á þarna, nú væri uppreist kirkjuna hafin aftur, og hún að vissu margir má segja það, en margir lentu samt í erfiðleikum því að freistingin fór ekki, og freistingin hver og hún, það var að taka þetta allt saman inn á gamlan belg. Og í dag erum við með blöndu. Líkt á kirkjur heimsins í dag. Ég spurði pabba minna þessu, pabbi var prestur í þjóðkirkjunni. Ég segi, pabbi, af hverju eru þið með þessa hempur ennþá? Af hverju eru með svartar hempur með hvítan krullukraga? Ég spurði mörgu sinnum að þessu. Og hann, þú veist, ég veit alveg af hverju. Hann útskýrði það og hann kunni alveg sitt fag og ég veit alveg af hverju. En það sem ég var að reyna að fiska eftir var þetta gamli belgurinn. Þetta var í musturinn. Þeir klæddu sér sérstökum galla til þess að vera milligöngumaðurinn. Látum vera skyrtuna. Ég hef ekkert á móti skyrtunni með hvítakránu til að segja að þetta er embættismadur. Það er fínt. En að mundra sig upp. Og það margir sem gera það. Og í sum öðrum söfnum og öðrum kirkjudeildum gera það ennþá meira heldur en þetta. Þetta lúterska kirkjan tiltölulega svona bara
bara lávar í sínu matöfnu þegar kemur þessu og skrauti og öllu dótaríur, en þetta allt ytra og það, freistingin var þetta að ganga inn með nýja vínið inn í gamla belgin var eftir sem áður eftir 1517 hjá Luther, hún hélt áfram og hún enn í dag. Og ég segi ykkur eitt, og ég ætla að klára með þessu, það er mín trú, að ástæðan fyrir því að við erum ekki með áhrifin, þjóðfélagslega áhrif, trúarlega áhrif, kraft, vinsaldir, gleði, hvað það nú sem við köllum sem frumkirkjan hafði til að breyta heiminum, ástæðan fyrir því að við erum búin að blanda. Við erum búin að sulla nýja vínu yfir á gamla belgi á mörgum stöðum og við erum öll segum það. Og Jesús sagði, nei, þú blandar ekki þessu gamla og nýja. Það blandan sem deyðir okkur og fólk ekki, þess vegna segi ég það og ég hef sagt það mörgum sinnum, ég alveg samfærað að fólk segi bara Jesús og það sem hann kom með, þetta nýja, hann myndi elska hann alveg jafn mikið eins og hann gerði í upphafi þegar hann gekk á jörð. En ástæðan fyrir því að þau gera það ekki að þau sjá hann ekki eins og hann þau sjá blöndu. Þau sjá blöndu sem þeim líkar illa við og blanda sem að frumkirkjan stóðst og barðist í gegn að fara inn í og Páll barðist í gegn og fór aldrei inn í fyrir þau voru innumið inn í ríkið. Má ég segja svona? Já, ég má segja svona. Láta sjálfa mig heyra það líka. Við skulum biðja, Faðir minn, við þökkum fyrir það að við megum kíkja í kirkjusöguna og kristnisöguna og sjá hvað það sem hafi gerst. Við mögum lesa í biblíunni þinni, orðinni þínu til þess að rannsaka frásagnir. Og Drottinn, við þráum að þú, þið nýja vín sem kom frá himnum útelt fyrir marga, fyrir alla menn, fái að lýsa og skína og veita þá gleði, þann frið og næringu innra með hverjum manni. Og ég bið fyrir hverjum sem að hlusta, Drottinn minn, í Jesú nafni. Bið að þú opinberir, þú talir. Sýndu sjálfan þig eins og þú ert. Drottinn minn, losa okkur við allt sem gamalt og allt mix og alla blöndu sem eyðileggur það verk sem þú ætlar og vilt þvælist fyrir. Og Drottinn, komdu með þitt tæra, góða verk. Og ég bið að þú gerir það, Drottinn minn, breytir engu hvað kirkjustofnun. Ég bið að gera hérna hjá okkur í Smárukirkjunni, öllum fríkirkjum landsins, þjóðkirkjun okkar. Allt þetta kirkjan sem þú vilt vera og starfa og þú elskar fólkið þar, Drottinn minn, þú elskar landið okkar. Og ég bið að opinbera og losa okkur öll undan fjötrum það sem bindur okkur og kemur í veg fyrir að þau áhrif sem þú hafðir í upphafi haldi áfram í dag. Því þú vilt gera það sami dag eins og varst að gera þá með það að snerta fólk, lækna sjúka, frelsa fólk, gefa fólki réttindi og rétt sinn aftur, fylla jörðin af réttlæti þínu. Gera okkur heilbrigð, Drottinn, til anda, sálar og líkama. Í samfélagi mannanna. Við biðjum í Jesú nafni. Amen. Amen.